Afleitar myndir sagna. Áður en farið í afleitar myndir sagna þá gríðarlega mikilvægt að maður kunni hljóðbreytingar nokkuð vel og kennimyndir sagna. Það eru myndbönd á síðunni bæði hljóðbreytingar og kennimyndir og ég mæli með að horfa á þau myndbönd fyrst og síðan á þetta vegna þess að afleitar myndir sagna byggir á þekkingu sem kemur fram í hlutanum kennimyndir og hljóðbreytingar. Nema hvað kennimyndir sagna eru eins og fræ. Þegar þú ákveður kennimyndir sagnarinnar þá ákveður leið hvort að sögnin er sterk eða veik eða rissögn eða núþáleg að þegar þú ákveður kennimyndina þá ertu svona að setja grunnreglur um það hvaða útgáfur geta orðið til af sögninni og í grundvallaratriðum þegar við vorum að byrja að tala sagnir að þá kom í ljós að þetta er gríðarlegur fjölbreytileiki í sögnum og þessi fjölbreytileiki virtist þegar við skoðum að fyrst vera dálítið tilviljunarkenndur en nú erum við semst komin á kaf í málfræðina, nú erum við semst komin á kaf í raun forritunarmálið og bak við tungumálið og þetta er dálítið svona stærðfræðilegt í grunninn og þetta er ekki einhver þekking sem að í sjálfu sér svo gríðarlega mikilvæg upp á það að geta nota tungumálið vegna þess að við erum í raun bara að læra nýja leiðir til að lýsa einhverju sem flestir kunna. En þó, það koma atriði í þessu myndbandi sem að hugsanlega hjálpa einhverjum að geta nota tungumálið betur og réttar. Nema hvað, fræ upp úr því getur sprottið fleiri planta. Við byrjum eina sögn að fljóta sem einnig nafnhætti. Við þurfum að setja einhverjar grunnreglur um það hvernig fljóta má breytast og búa svo til afleitar myndir til dæmis með hljóðvörpum. Og þá notum við kennimyndirnar og að því að fljóta sterk sögn, það er að segja eitt atkvæði þá tíð, að þá á 4 kennimyndir. Fljóta, flaut, flutum, flotið. Og þarna sjáum við að ein og sama sögnin inniheldur núna áherslu sérhljóða eða hljóð, jó, au, og ó. Og þá fer ég í listan yfir hljóðbreytingar, yfir hljóðvörp og finn að hljóðvörp leyfa það að jó breytist í y, au breytist í ei og u breytist í y. Byrjum á þessu. Þetta allt saman hljóðvörp og þið þurfum bara að eiga lista yfir það hvaða hljóð varpast í og u hljóðvörpum. Þannig að það sé ekkert mál því að ég bara geta flett þessu upp í gögnunum ykkar í tölvunni eða í bókunum þá eigið þið bara að vera með á vísum stað hljóðvörpin, u hljóðvörpin og klofninguna. En nú vitum við það að nú prófum við og sjáum hvort að við finnum einhverja leið til að búa til orð sem skylt orðinu fljóta sem inniheldur y og það augljóslega til vegna þess að orðið flýtur eða ég flýt greinilega náskylt orðinu fljóta og það inniheldur y og það var búið til úr fyrstu kennimyndinni, þannig jóinu. Ei til orð sem skylt orðinu fljóta sem inniheldur ei, já, fleita, að fleita einhverju og svo nafnorðið fleita yfir skip eða svona lélegt skip til orð sem náskylt orðinu fljóta sem inniheldur y, já, þótt ég flyti, það viðtengingaháttur. Þannig að það fer ekkert á milli mála að þarna voru til margar útgáfur og ennþá fleiri tegundir af sögninni fljóta og síðan urðu þetta reynda nafnorð og getur þetta orðið að nafnorðum og öðrum orðflokkum. Nú ætlum við að skoða sérstaklega hlutverk svona breytinga við að búa til viðtengingarhátt. Viðtengingarháttur sú notkun á sögnum sem menn eiga erfiðast með. Fólk kann ekki að nota viðtengingarhátt rétt og notar hann vitlaust eða ekki. Menn segja til dæmis ekki þótt ég færi, menn segja bara þótt ég fór ekki eða þeir reyna að finna einhverja leið framhjá því.
sem í sjálfu sér alveg hægt, en viðtengingarháttur ekki það óskaplega flókin. Hér sjáum við mynd sem að eigi að kannast við ef þið eru búin að horfa á myndböndin sem ég talaði áðan. Þetta eru kennimyndir sagna og við sjáum að allar tegundir, hvort sem sagnir eru sterkar, veikar, rissagnir eða núþálegar, þær eiga sameiginlega 3 kennimyndir. Síðan eiga sterkar sagnir og núþálegar sagnir eina kennimynd hvor bara út af fyrir sig. Sterkar sagnir eru einu sagnina sem að taka fleirtöluna inn í kennimyndinar og núþálegu sagnirnar eru einu sagnina sem taka nútíðina í framsöguhættinum inn í kennimyndinar. Nema hvað? Viðtengingaháttur nútíðar hann er hægt að mynda með því að nota fyrstu kennimynd í öllum flokkum sagna. Þótt ég geri eitthvað í dag. Og það er eins einfalt og getur orðið. Þótt ég fari, maður setur bara í staðinn fyrir a. Þótt ég sæki, það er ekki jóð þarna, þess að við skrifum ekki jóð þá undan ef við getum. Þótt ég grói, þótt ég viti. Svona búum við til viðtengingarhátt nútíðar. Við tökum nafnháttinn, fyrstu kennimyndina, tökum nafnháttinn, skiptum síðasta sérhljóðan út fyrir Viðtengingaháttur þátíðar er dregin af framsöguhættinum í eintölu í þátíð í öllum tegundum sagna nema sterku sögnunum. Í sterku sögnunum þá notum við fleirtöluna. Notum 3. kennimyndina hjá sterku sögnunum, aðra hjá risögnunum og veiku sögnunum og við notum 3. kennimynd hjá núþálegu sögnunum, en það er samt, vegna þess að þeir eru með auka kennimynd þarna inn á milli, þá er það í raun sams konar kennimynd eins og önnur kennimyndin hjá veiku og ri. Og nú skulum við skoða þetta sérstaklega. Tökum 3. kennimynd sterku sagnarinnar, aðra hjá ri og veiku og 3. hjá núþálegu. Tökum þær og búum til viðtengingarhátt þátíðar. Við byrjum á því að skoða hvaða áherslu sérhljóðar eru þarna í stofninum. Hvaða hljóð eru þetta? Þarna vil til að þetta er ó, og og þá flettum við upp á blaðinu okkar, þar sem við höfum hérna hljóðbreytingarnar og komumst að því að ó getur breyst í æ, getur breyst í en breytist ekki neitt. Og viðtengingarhátt þátíðar af sögninni vissi, að vita, er einfaldlega bara vissi. Ég vissi þótt ég vissi þetta í gær. Ef við tökum sér sögnina gróa, þá á að búa hana til af greri og þá gætum við breytt í gri, en það er ekki þannig og það er alls ekkert alltaf þannig að maður breyti því neitt. Þarna er viðtengingarhátt þátíðar bara greri, alveg eins og hérna kennimyndin sem við áttum að nota til að byggja á. En sótti, þótt ég sótti þig í gær. Nei, það er ekki rétt. Þarna notum við leyfið til að breyta ó í æ og breytum þessu í sækti, þótt ég sækti þig í gær. Það verður hljóðbreyting. Og fórum, þannig eru konið í fleirtöluna, vegna sem sterku sögna og sterku sögna nota fleirtöluna. Þótt ég fóri í gær, nei, þarna nota ég aftur heimildina til að hljóðvarpa og breytir sér þótt ég færi í gær. Og nú ætla ég að endurtaka leikinn með nýjum sögnum. Ég er búinn að taka réttar kennimyndir frá. Ég er með sterku sögnina efst og hún er í fleirtölu í þátíð. Síðan koma ri, veika, ri og núþálega, allar í þátíð. Og ég er búinn að setja upp þarna allar reglur sem að gilda. Ó má breyta í upsilon, ó í æ, u í upsilon og í Þetta eru öll stofn sérhljóðin sem að eru. Og nú skulum við byrja á fundum. Þótt ég fundi. Nei, það er ekki þótt ég fundi. Þannig að ég má breyta þessu u í upsilon og ég geri það. Þótt ég fyndi. Og þetta er dálítið sérstakt vegna þess að þetta er sögnin að finna. Og að finna eitthvað er ekki með upsiloni. En þegar það er komið í þótt ég fyndið viðtengingarhátt, þá er komið upsilon. Og það er vegna þess að viðtengingarhátturinn er búinn til úr fundum en ekki finna. Borðaði, þótt ég
borðaði, vil ég breyta þessu í y og segja byrði, borði, nei, borðaði er bara fínt, sneri líka, mér langar ekkert að breyta þessu í sneri, og kunni, þótt ég má breyta y í y, og þótt ég kunni þetta í gær, nei, þótt ég kynni þetta í gær, þarna hljóðvarpa ég því. Svona fer þetta fram, tökum þetta saman. Með því að nota kennimyndir sagna og hljóðbreyta, þá fáum við afleiddar myndir sagnanna. Við horfum síðan sérstaklega á viðtengingarhátt og viðtengingarháttur nútíðar er dreginn af fyrstu kennimyndinni sem er nafnhátturinn. Fara verður fari, róa rói, smala smali og finna finni. Og við finnum viðtengingarhátt með því að segja þótt ég fari, þótt ég rói, þótt ég smali, þótt ég finni. Viðtengingarháttur þátíðar er dreginn af framsöguhættinum líka og fyrstu persónu og í þátíð, en í sterkum sögnum er það fleirtölu framsöguhátturinn og í hinum sögnum er það eintala. Og þetta er ýmist kallað önnur eða þriðja kennimynd eftir hvað það hittir í kennimyndalistan hjá sögnunum. Og nú tökum við sömu sagnir og finnum viðtengingar þátíðar. Fór verður færi, þótt ég færi í gær. Réri verður bara áfram réri, við breytum því ekki neitt. Smalaði verður áfram smalaði og fundum verður fyndi, þótt ég fyndi. Og þannig hefur við breytt y í y og ó í æ. Og þessa mynd bjó ég til. Þetta er alveg ágætt mynd til að gera bara í glósurnar sínar og hafa. Þarna sjáum við hægra megin öll hljóðvörpin, hljóðvörpin öðru megin og hinum megin. Það sem er blátt á, vinstra megin eru þið með sterkar, veikar, risagnir og núþálega sagnir í kennimyndum. Og fyrir ofan stendur fyrir hvað kennimyndin stendur. Fyrsta kennimynd er alltaf nafnháttur, síðast er alltaf lýsingarháttur þátíðar og svo er það framsöguháttur í hinum þremur, ýmist í eintölu eða fleirtölu og ýmist í nútíð eða þátíð. Og það sem ég er búinn að gera blátt er blátt eins og skammstöfunin, viðtengingarháttur nútíðar, því að viðtengingarháttur nútíðar er búinn til af bláu sögnunum og það sem er rautt úr því er viðtengingarháttur þátíðar búinn til oft með því að nota hljóðvörpin sem eru þarna hægra megin. Þannig að ég myndi teikna þessa mynd upp og ef að þetta hefur verið óskýrt þá er ágætt að fara aftur yfir það hvað hljóðvörp eru og hvað hættir eru, fara í gegnum hættina fyrst áður en maður fer í afleiddar myndir.